Sælvirði, ég hér með opið CSS-skjal sem í fyrri hluta þessara kynningar á CSS var tengt við HTML-skjal sem var undirbúið undir það. Það sem ég vil byrja á er að búa til vísun í öll þau svæði sem ég bjó til með div-merkjum og gaf kenni í HTML-skjalinu. Millutáknið er tákn fyrir kenni eða ID í CSS. Þannig að ég seti inn millutákn og heitið sem svæðinu er gefið í HTML-skjalinu og oddsviga, opna og loka það þar fyrir aftan. Þetta verða þá header, rammi, tenglar, atar og fótur. Nú getum við farið að eiga við útlitið á HTML síðunni með því að setja hluti hér inn. Ég ætla að byrja á því að breyta bakgrunnslitinum á rammanum með background color, tvípunktur, millutákn 999 og semikoma. Öll hin svæðin eru inn í þessu svæði þannig að þau þurfa að fá annan lit. Ég ætla að gera þau hvít á sama hátt. Númer hvíta litsins er FFF. Næsta sem við gerum er að skilgreina breiddina á römmunum. Það er gert með skipuninni width, tvípunktur, og breiddin er síðan sett inn í pixlum og semikoma þar á eftir. Headerinn verður 800 pixlar, 800 px, ramminn verður 820 px, tenglarnir verða 210 px, aðal verður 600 og fótur 800. Það getur vel verið að við munum eiga eitthvað við þessar tölur á eftir til að stilla hlutin af. Padding stendur fyrir það hversu mikið rammi ýtir hlutum frá sér að innanverðu og þar sem að öll svæðin sem innan rammans, gráa svæðisins, liggja þétt upp við hliðarnar, þá ætla ég að setja paddingskipun á rammasvæðið og gefa því gildið 10 px. Þið sjáu hvað gerist, hvítu kassarnir ýtast frá hliðum þess gráa 10 pixla. Í augnablikinu eru hvítu svæðin innan gráarammans öll í einni röð. Það er eitt tekur við af öðru og þau raðast með ákveðnu bili niður eftir síðunni. Við viljum breyta þessu og láta svæðið með fréttum sitja við hliðina á tenglasvæðinu. Þetta gerum við með því að setja skipunina float á bæði tenglasvæðið og fréttasvæðið. Float á tenglunum fær gildið left en float á aðal fær gildið right. Þetta er eitthvað í áttina. Við sjáum samt að svæðið fótur er komið eitthvað á flakk og við þurfum að laga það. Við gefum svæðinu fótur skipunum að láta float skipanirnar á hinum svæðunum ekki hafa áhrif á sig. Þetta gerum við með því að setja á svæðið fótur skipunina clear both. Við sjáum að fóturinn er enn klestur upp við ramman aðal og við þurfum að bregðast við því. Það ætla ég að gera með því að setja margin bottom 10 pixlar á svæðið aðal. Margin er svipað á padding nema það stendur fyrir þá vegalengd sem að hlutur ýtir frá sér að utanverðu. Með því að bæta bottom við þá afmörkum við þetta við bot hlutarins. Ég sé að okkur er óhætt að hafa svæðin fyrir header og fót 820 pixla á breidd svo þau fylli jafnt út í hliðar rammans. Þá er þetta allt að koma og við eigum einungis eftir að laga bilin fyrir ofan og neðan síðuhausinn. Ástæðan fyrir því að þau eru of mikil núna er að H1 merkin sem að gera letri stórt og feitletrað hafa marginstillingar sem að ýta hlutum frá. Við viljum taka þessar marginstillingar burt. Þá sigtum við út H1 HTML merkin sérstaklega og gerum það einfallega þannig að við setjum H1 og oddsviga þar fyrir aftan inn í CSS-skjalið okkar. Við þurfum ekkert millumerki hér því við erum að sigta út hefðbundið HTML-merki sem hefur ekkert kenni eða ID. Innan oddsvigana setjum ég margin og 0 og loka með semikoma eins og alltaf. Þið sjáum að þetta hefur áhrif, en nú er header-svæði klest upp við svæðin sem eru þar fyrir neðan og því má bjarga með því að setja margin bottom 10 px á header-svæðið. Áður en við segjum þetta gott, þá ætla ég að breyta öllu letri á síðunni. Þá setjum ég inn body til að sigta út allt sem er innan bodymerkjana í HTML-skjalinu okkar, en það er raun og veru allt sem að sést á síðunni. Innan oddsvigana setjum ég font family
Skrifa Verdana sem nafn á leturgerð og sans serif sem leturgerðaflokkurinn sem á að sækja í ef Verdana ekki tiltækt. Svo í lokin ætla ég að fjarlæga punktana sem eru fyrir framan tenglana með því að sigta út UL-merkin í HTML-skjalinu. Þar sem þau eru innan tenglasvæðisins setji ég inn nýja svæðisvísun. Ég seti inn millutákn og tenglar, bil og ul. Þá get ég sett inn oddsviðana og innan þeirra setji ég list-style og gef gildið none. Padding setji ég svo 0 og þið sjá að þetta hefur breytt ásýnd tenglana. Segjum þetta gott sem kynningu á CSS. Næst færum við okkur yfir í JavaScript. Takk fyrir.